Hefst málefnið. Komið þið sæl og velkomin í málefnið hér á Skjá 1. Við verðum í kvöld með sérstakan þátt IceSave í samstarfi við Morgunblaðið og meðal gesta okkar verða Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóri, og Steingrímur J. Sigfússon, Bjarni Benediktsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Árni Páll Árnason. En fyrst ætlum við að sjá sérstaka fréttaskýringu IceSave. Hvað IceSave? Landsbankinn hóf viðskipti með IceSave reikningana í október 2006. Tilgangurinn að vinna bug á lausafjárvandræðum Landsbankans, en árið 2006 gekk bankanum illa að endurfjármagna gríðarlega skuldir sínar erlendis. Ráðgjafar Landsbankans ráðlögðu Sigurjóni Árnasyni bankastjóra að tengja verkefnið Íslandi eins mikið og hægt væri, enda væru Bretar almennt jákvæðir í garð landsins. Sigurjón lét hafa eftir sér að IceSave reikningarnir væru tær snilld eins og frægt orðið. Það eina sem ég þarf að gera að kíkja í lok dags hvað komin mikill peningur inn, sagði Sigurjón hlæjandi í viðtali við markaðinn í febrúar 2007, en hann gat skoða það í símanum sínum. Það bættust við 50 milljónir punda bara á föstudaginn, sagði Sigurjón meðal annars. IceSave reikningarnir nutu fljótt mikilla vinsælda enda þóttu vaxtakjörin afar góð og betri en almennt þekktist á innlánsreikningum. En á sama tíma og innlán jukust á reikningunum hefðu stjórnvöld í Bretlandi vaxandi áhyggjur af ábyrgð vegna IceSave reikningana. Í mars 2008 varaði breska fjármálaeftirlitið fólk sérstaklega við að huga ekki aðeins að góðum vöxtum innlánsreikninga erlendra banka eins og IceSave, heldur einnig áhættunni sem fylgdi þessum reikningum. Innlánum á IceSave fjölgaði stöðugt. Viðskiptavinir í Bretlandi voru orðnir rúmlega 220.000 og heildarfjárhæð innistæðna nam rúmlega 4,5 milljörðum punda eða rúmlega 938 milljörðum króna áður en reikningunum var lokað. Þar af eru að minnstakosti 2,1 milljarður punda utan ábyrgðar tryggingarsjóðs innistæðueigenda. Það eru því rúmlega 486 milljarðar króna vegna IceSave í Bretlandi sem falla á íslenska tryggingarsjóðinn miðað við núverandi gengi. Fyrir bankahrunið höfðu bresk stjórnvöld unnið að því nokkurt skeið ásamt íslenskum stjórnvöldum að fá Landsbankann til að flytja IceSave reikningana í breskt dótturfélag. Með því að færa IceSave í dótturfélag hefði innlánstryggingin verið hjá Bretum en ekki Íslendingum. Bretar gerðu mjög stífar kröfur flutning eigna Landsbankans til Bretlands. Skemmst frá því að segja að Landsbankinn gat ekki orðið við kröfum Breta og því náðist ekki að ljúka flutningum fyrir hrun bankana með vægast sagt skelfilegum afleiðingum fyrir íslenska skattgreiðendur. Á sama tíma og bresk stjórnvöld vöruðu við erlendum innlánsreikningum héldu starfsmenn Landsbankans ótrauðir áfram og undirbjuggu opnun IceSave í Hollandi. IceSave reikningarnir voru opnaðir í Hollandi hinn 29. maí 2008. Við lokun þeirra í október, rúmum 4 mánuðum síðar, voru viðskiptavinirnir orðnir 114.136 talsins og innistæður á reikningum þeirra 1,6 milljarðar evra eða 296 milljarðar króna. Það tók með öðrum orðum aðeins 4 mánuði að safna 300 milljörðum króna. Guði sé lofa söfnunin varð ekki lengur, kynni einhver að segja. Strax 3. júlí, aðeins rúmum mánuði eftir opnun IceSave reikningana í Hollandi, fór hollenski seðlabankinn fram á viðræður við fjármálaeftirlitið vegna áhættusækni íslenska bankana. Kom hollensk sendinefnd til Íslands til viðræðna við fjármálaeftirlitið í ágúst 2008 rétt fyrir bankahrunið. Þar var hollendingum sýnd skýrsla að íslenska hagkerfið ætti ekki í neinum erfiðleikum og að engin sjáanleg vandræði fylgdu örum vexti bankana. Hollenski seðlabankinn gat lítið sem ekkert beitt sér til að stöðva vöxt IceSave í Hollandi, þar sem eftirlit með reikningunum heyrði undir fjármálaeftirlitið á Íslandi. Það voru því stjórnendur Landsbankans og fjármálaeftirlitið sem báru ábyrgð á vextinum. Þetta kemur fram í skýrslu óháðra rannsóknarnefndar vöxt IceSave reikningana í Hollandi, en skýrslan var kynnt fyrir neðri deild hollenska þingsins í síðasta mánuði.
Samkvæmt samkomulagi sem íslenska ríkið gerði við þá hollenska fyrir skemmstu mun tryggingarsjóður innistæðueigenda á Íslandi greiða 71% af upphæðinu á Icesave í Hollandi, en ef hann getur ekki greitt upphæðina mun íslenska ríkið greiða þar sem upp á vantar. Restin, 90 milljarðar króna, mun falla á hollenska innistæðutryggingakerfið. Bresk stjórnvöld kyrrsettu allar eignir Landsbankans ásamt tengdum eignum íslenska ríkisins, þar á meðal Seðlabankans hinn 8. október 2008. Skýringar á þessu hafa alla tíð verið á reiki, en virtust fyrst byggjast á því að Bretar hefðu talið að óeðlilegir fjármagnsflutningar hefðu átt sér stað frá Bretlandi til Íslands síðustu dagana fyrir hrunið. Ekkert hefur komið fram sem styður fullyrðingar í þessa veru. Þegar frá leið hurfu Bretar frá þessum rökstuðningi og fóru þess í stað að tala að hætta hefði verið á aðgerðum Íslendinga sem getur skaðað efnahag Bretlands alvarlega. Í þeim rökstuðningi var ávallt undirliggjandi að Ísland hygðist ekki virða skuldbindingar sínar samkvæmt tilskipunum innistæðutryggingar. Skoðum þetta aðeins nánar. Fyrir bankahrunið í október höfðu íslensk stjórnvöld ítrekað nokkru sinnum að tryggingarsjóðurinn myndi standa við skuldbindingar gagnvart innistæðueigendum og að yfirvöld myndu styðja sjóðinn til þess ef þörf kræfi. Stjórnvöld lýstu einnig yfir stuðningi við sjóðinn dagana eftir hrun bankana. Í bréfi frá íslenska viðskiptaráðuneytinu til breska fjármálaráðuneytisins 20. ágúst 2008 segir í íslenskri þýðingu: Ef svo ólíklega færi að okkar mati að stjórn tryggingarsjóðs innistæðueigenda og fjárfesta tækist ekki að afla nægilegs fjár á fjármálamörkuðum, viljum við fullvissa yður að íslenska ríkisstjórnin mun gera allt sem ábyrga ríkisstjórnir myndu gera í slíkri stöðu, þar á meðal að aðstoða sjóðinn við að afla nauðsynlegs fjár til að hann geti uppfyllt kröfur lágmarkstryggingu. Þessi afstaða var svo enn ítrekuð í bréfi viðskiptaráðuneytis til breska fjármálaráðuneytisins 5. október 2008. Þar segir: Ef þörf krefur mun íslenska ríkisstjórnin styðja tryggingarsjóð innistæðueigenda við öflun nauðsynlegs fjár til að sjóðurinn geti uppfyllt kröfur lágmarkstryggingu, ef svo færi að Landsbankinn og útibú hans í Bretlandi gætu ekki staðið við skuldbindingar sínar. Í frægu símtali fjármálaráðherra Íslands og Bretlands 7. október er þessi sami skilningur enn á ný staðfestur af Íslands hálfu. Þar sagði Árni Mathiesen þáverandi fjármálaráðherra: Við höfum komið á fót tryggingarsjóði í samræmi við tilskipunina og í þessu bréfi er fyrirkomulagið og fyrirheit ríkisstjórnarinnar stuðning við sjóðinn skýrt. Í yfirlýsingu forsætisráðherra frá 8. október 2008 segir meðal annars orðrétt: Ríkisstjórnin ítrekar að ríkissjóður mun styðja tryggingarsjóð innistæðueigenda og fjárfesta við öflun nægjanlegs fjár. Hafa verður í huga þegar yfirlýsingar ráðamanna á þessum tímur metnar að þær voru gefnar áður en fyrir lá að allir stóru íslensku bankarnir lentu í greiðsluerfiðleikum. Þegar bankarnir féllu allir nokkurn veginn samtímis, vöknuðu því spurningar hvort og þá hvernig evrópskum tryggingakerfum innistæðna væri ætlað að taka á slíkri aðstöðu. Stóra spurningi sem deilt núna snýr að því hvers vegna íslenska ríkið ætti að ábyrgjast Icesave reikningana. Málið má rekja til þess að Ísland er á grundvelli EES-samningsins skuldbundið til að innleiða í landsrétt tilskipanir Evrópusambandsins innlánstryggingar. Í lok desember 1999 voru þessar tilskipanir lögleiddar á Íslandi og til varð nýr tryggingarsjóður innistæðueigenda og fjárfesta. Með lögunum var íslenski tryggingarsjóðurinn látinn bera ábyrgð á innlánum útibúa íslenskra banka, hvort sem þau eru hér á landi eða erlendis. Í lögunum kemur fram að dugi eignir sjóðsins ekki til fullrar tryggingar skuli krafa hvers tryggðs innistæðueiganda að 1,7 milljónum króna greitt að fullu, en eftir það skuli greitt hlutfallslega inn á allar kröfur. Þessi fjárhæð er tengd við gengi evru 5. janúar 1999 og er 20.887 evrur. Mjög skiptar skoðanir eru uppi hvort íslenska ríkinu beri að ábyrgjast þessar nærri 21.000 evrur handa hverjum innistæðueiganda á Icesave reikningunum. Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og Lárus Blöndal hæstaréttarlögmaður hafa haldið því fram í greinum í Morgunblaðinu að íslenska ríkið hafi í reynd uppfyllt skuldbindingar sínar með því að stofna tryggingarsjóð innistæðueiganda í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins. Þar hafi hvergi komið fram að ef sjóðurinn hefði ekki fjármagn til að greiða innistæðueigendum, bæri íslenska ríkinu að ábyrgjast greiðslur hans.
Aðrir hafa bent á að yfirlýsingar fyrri ríkisstjórnar haggi ekki settum lögum. Til þess að binda ríkissjóð þurfi samþykki Alþingis og yfirlýsingar fyrrverandi og núverandi ríkisstjórnar bindi ekki hendur löggjafans. Það skipti í reynd engu máli þótt ríkisstjórnin hafi lýst því yfir að hún myndi styðja við bakið á tryggingasjóðnum. Mikilvægt sé því að fá úr því skorið fyrir dómstólum hvort íslenska ríkinu beri að ábyrgjast greiðslur vegna Icesave-reikningana. Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari einn þeirra sem hefur talið að leggja þurfi málið fyrir dóm. Orðrétt sagði Jón Steinar í grein í Morgunblaðinu. Það að mínum dómi skylda íslenskra ráðamanna að tryggja þjóðinni réttinn til að láta hlutlausan dómstól dæma þessa þungbæru skyldu sem nú stendur til að samþykkja. Varnarþing íslenska ríkisins á Íslandi og fjárkröfur á hendur því ber að sækja fyrir íslenskum dómstólum. Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóri, tók undir með Jóni Steinari í viðtali við Morgunblaðið. Ef gera ætti kröfur á hendur íslenska ríkinu, þyrfti að höfða mál fyrir íslenskum dómstólum. Íslensk stjórnvöld hafa allt frá upphafi málsins haldið því sjónarmiði fram af miklum þunga að tilskipunum innistæðutryggingar hafi verið innleidd í íslenskan rétt á fullnægjandi hátt. Íslenska ríkinu beri því ekki að ábyrgjast innistæður umfram þá upphæð sem var í tryggingasjóði innistæðueiganda. Samninganefnd Íslands hélt þessu sjónarmiði fram í viðræðum við Breta og Hollendinga við takmarkaða hrifningu viðsemjenda sinna. Íslensk stjórnvöld bentu einnig á samábyrgð Evrópuríkja vegna þess hve regluverkið varðandi innistæðutryggingar var gallað, en það hafi því ekki verið ætlað að taka til kerfisbundins hruns bankana á sama tíma. Allar leiðir til þess að leggja málið í dóm eða gerð kröfðust hins vegar samþykkis allra málsaðila í samræmi við meginreglu þjóðaréttar. Bretar og Hollendingar þvertóku fyrir slíkan málarekstur og voru studdir af öllum ESB-ríkjunum auk Noregs. Rök þeirra voru á þá leið að takmörkun ábyrgðar við eignir tryggingasjóða væri fráleit lögfræðileg túlkun og málarekstur slíkt væri til þess fallinn að grafa undan trausti á fjármálakerfi allra Evrópuríkja. Á fundi í ráðherraráði ESB 4. nóvember 2008 var gerð tilraun til að ná samkomulagi að leggja málið í gerðardóm. Á fundinum var ákveðið að skipa gerðardóm með fulltrúum tilnefndum af ráðherraráði ESB, framkvæmdastjórn sambandsins, eftirlitsstofnun EFTA, en Seðlabanki Evrópu skipaði svo oddamannin. Þegar í ljós kom að umboð dómsins væri mjög víðtækt, dómurinn væri ætlaður mjög skammur tími til að komast að niðurstöðu og að niðurstaðan væri bindandi, var það mat ríkisstjórnarinnar að Ísland gæti ekki fallist á þessa málsmeðferð. Hinir fulltrúarnir komu engu að síður saman og gáfu samdóma álit eftir rúmlega sólarhring að íslenska ríkinu bæri að ábyrgjast greiðslur samkvæmt tilskipuninni. Ísland hefur ekki viðurkennt þessa niðurstöðu vegna annmarka á málsmeðferð. Í nóvember naut þáverandi ríkisstjórn meðal annars ráðgjafar ríkislögmanns og 3 lagaprófessora, Bjargar Thorarensen, Stefáns Más Stefánssonar og Viðars Más Matthíassonar. Niðurstaðan í áliti þeirra var á þá leið að úr ágreiningnum yrði ekki skorið fyrir dóm án þess að báðir aðilar féllust á slíka málsmeðferð. Þrátt fyrir að reynt hafi verið til þrautar að fá deiluna túlkun ábyrgðar íslenska ríkisins lagða fyrir dóm var allan tíma ljóst að tvísýnt væri hvort það tækist. Stjórnvöld gerðu því alltaf ráð fyrir að til þess gæti komið að þau þyrftu að styðja við tryggingasjóðinn til að hann gæti uppfyllt skuldbindingar vegna Icesave-reikningana. Þegar fyrir lá að bresk og hollensk yfirvöld höfðu greitt viðskiptavinum Icesave-reikningana og þar með leyst til sín kröfur á sjóðinn, var ljóst að semja þyrfti uppgjör. Samningaviðræður hófust í Reykjavík strax í sömu viku og bankarnir féllu í október. 11. október rituðu íslensk stjórnvöld undir minnisblaði á Hollendinga sem kvað á að hollenska ríkið myndi veita 10 ára lán til að standa undir greiðslum til hollenskra innistæðueigenda í Icesave með 6,7% af vöxtum og að ekkert yrði greitt af láninu í 3 ár. Mikið var síðan vísað til þessa minnisblaðs á síðari stigum viðræðnanna. Ítrekað var reynt að fá Breta og Hollendinga til að fallast á dómstólaleið án nokkurs árangurs. Fjármálaráðherra skipaði nýja samninganefnd í febrúar undir forystu Svavars Gestssonar. Svavar og Indriði Þorláksson sem var í nefndinni áttu í byrjun apríl fundi með skilanefnd Landsbankans og starfsmönnum bankans í London og ræddu hugmyndir að virkja eignir Landsbankans til þess að gera upp Icesave-reikningana. Bretar og Hollendingar voru mjög tregir að fara svokallaða Landsbankaleið sem íslenska samninganefndin lagði til. Hún gekk út á að tryggingasjóður innistæðueigenda yrði aðalskuldarinn vegna þeirra fjármunar sem Bretar og Hollendingar höfðu greitt inn á Icesave-reikningana í viðkomandi löndum. Eignir Landsbankans yrðu síðan nýttar jafnóðum og þær féllu til með það að markmiðið að lækka skuldina. Að lokum féllust viðsemjendur þó á að reyna samningaviðræður á forsendum íslensku nefndarinnar.
5. júní tókust síðan samningar sem felast í því að Hollendingar og Bretar lána tryggingarsjóði innistæðueigenda. Lánið endurgreiðist á 15 árum. Fyrstu 7 árin þarf ekki að greiða afborganir umfram það sem tryggingarsjóðurinn fær greitt út úr þrotabúi Landsbankans, en sjóðurinn fær með samningnum framselda kröfu hollensku og bresku tryggingarsjóðana í þrotabú bankans. Á seinni 8 árum lánssamningana greiðist höfuðstóll lánsins sem áföllnum vöxtum hefur verið bætt við með 32 jöfnum afborgunum. Urðu svokallaðir CIRRS vextir OECD fyrir valinu, en langtíma vextir samkvæmt þeim eru 4,3%. Vextir vegna lánsins eru því 5,55% á ársgrundvelli. Til tryggingar þeim afborgunum og vöxtum á þessum 8 árum er sú ríkisábyrgð sem lagt er til að heimila verði að veita með lagafrumvarpinu sem nú er til meðferðar á Alþingi Íslendinga. Málið í hnotskurn. Landsbankinn stofnar Icesave-reikninga sem Hollendingar og Bretar leggja inn á. Innistæðurnar fara í útlán til ávöxtunar, að mestu til fyrirtækja, en óvíst er að lánasöfnin fáist greidd nema að hluta tilbaka. Þegar Landsbankinn fer í þrot, lokast Icesave-reikningarnir. Innistæðueigendur krefjast þess að fá fjármunina greidda, en tryggingarsjóður innstæðina dugar ekki til að mæta lágmarksábyrgðinni sem hljóðar upp á 20.887 evrur. Stjórnvöld í Hollandi og Bretlandi greiða innistæðueigendum umfram lágmarkið að fullu í Bretlandi og upp að 100.000 evrum í Hollandi. Samið er að Ísland taki á sig lágmarktrygginguna og fái lán til þess frá ríkjunum 2. Reiknað er með að lánasafnið innheimtist næstu 7 árin. 53% af heimtum fara upp í lánið til Íslendinga. Það sem út af stendur af láninu í lok lánstímans fellur á íslenska ríkið með vöxtum. Já, þar höfum við langa fréttaskýringu Icesave, en það kannski engin vanþörf á. Það er ekkert auðvelt að skýra þetta mál, en hér hjá okkur er sestur Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóri. Velkomin til okkar, Davíð. Takk hérlega. Davíð, nú sagðir þú í viðtali við Morgunblaðið núna daginn að þjóðin yrði dæmd til eilífðar fátæktar ef að þessi samningur Icesave-samninguna yrði samþykktur á Alþingi. Hvað ættu stjórnvöld að gera öðruvísi að þínu mati í þessu máli? Í fyrsta lagi þá mistökin hefði verið svo og regin mistökin að viðurkenna nauðsynjalausu og án þess að nokkur bær aðili hefðum það fjallað að við værum skuldbundin til að greiða. Leiðamenn viðurkenna það án þess að það séu efni til þess og án þess að nokkur dómstól hafa ákveðið það og setja svo til að samningaborði þá hefur það enga samningsstöðu. Þú byrjar á því að gefast upp og svo ferði viðræður. Þetta var Hvenær gáfust við þó eftir þínum? Þetta var skelfilegt. Ég tel að það þegar að samningu var undirritaður núna þá gáfust menn upp. Menn hafa kannski verið að gefast meira og meira upp, gefast upp á samar leiðir en endanlega gáfust menn upp þá. Málið er þannig vaxið að þú getur ekki sagt að Landsbankinn hafi verið seldur í þessu tilfelli með ríkisábyrgð. Menn hafa verið að tala það að Landsbankinn hafi verið seldur ódýrt og fyrir slik þó hann hafi reyndar margoft verið boðinn til sölu og gengi illa að fá menn til að kaupa hann. En hafa hann verið seldur fyrir slik, þá hefur hann verið seldur fyrir ekki neitt ef honum fylgdi ríkisábyrgð. Honum fylgdi engin ríkisábyrgð. Og þá kemur til viðbótar þessi spurning sem hérna var reifuð. En fyrst að menn 1999 settu lög til að setja í lagabúning tilskipun varðandi innistæðutryggingarsjóði, fylgdi því ekki ríkisábyrgð. Og það vildi þannig til það var spurt á þinginu þegar að viðskiptaráðherra þáverandi flutti málið og þar kom fram að engin slík ríkisábyrgð fylgdi. Og til viðbótar er það einnig þannig að ýmis Evrópusambandslönd viðurkenna að þeirra innistæðutryggingakerfi sem auðvitað sambærilegt fylgja engin ríkisábyrgð. En hélt ekki íslenska samninganefndin þessu sjónarmið fram að fullum þunga í viðræðunum við Breta og Hollendinga? Þeir héldu fram þessu sjónarmiði og það var einfaldlega bara veggur, menn þeir tóku það ekki mál að þetta sjónarmið okkar, að við hefum uppfyllt skuldbindingar okkar samkvæmt direktífinu, ESB-direktífinu, að stofna tryggingarsjóðinn. Ef að þú kemur og segir mig skulda eitthvað sem ég skulda þér ekki og ég segi við þig ég skulda þér ekki þennan pening og þú segir bara víst, er það þá veggur sem það er bara veggur, ég verð bara að gefast upp. Hvaða vitleysa er þetta? Það kemur fram samt að samþykki beggja þarf fyrir að fara á dómstóluleið. Það er í samræmi þá meginreglu þjóðaréttar, ekki sett? Nei, nú er reyndar þannig að Ísland er ekki meðhöndlað eins og þjóð heldur sem einstaklega meðhöndluð. Þjóðaréttar
þáttum íslenska ríkisins er gjörsamlega sett til hliðar. Ef menn ætla að fara að búa til einhverja gerðardómsleið þá þarftu þetta báða aðila. Ef annar aðilinn heldur því fram, bara segir nú að ég sé Bretar og þú sé Íslendingar, og ég segi þú skuldar mér, þá ef við viljum fá út sérstakar dómstólaleið aðra hennar venjulegu, þá þurfum við að samþykkja það báðir. En ef þú segir bara, heyrðu, þá skaltu bara rukka mig fyrir dómstólum, þá annarkot ger ég það ekki, eða rukka. En það þarf ekki báða. Þetta er einhver eigin misskilningur sem kom fram þarna. Þegar þú ert spurður í viðtalinu við Agnesi Breiðadóttur í Morgunblaðinu hvaða dómstól getur mögulega fjallað þetta ágreiningsefni, þá svo tilvitnun hefst hér, segir þú. Við þurfum ekkert að velta því fyrir okkur varnarþingið hér á Íslandi. Þeir sem vilja rukka okkur, þeir leita til dómstóls hér á landi. Íslenskur dómstól hefur ekki sýnt sig því að vera okkur heimadómstól, hann bara dæmir að réttum lögum. Ertu þá að segja það að fara með málið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur? Það er bara þannig, sko, við förum ekki með málið fyrir dómstól. Það er að segja að þeir eru að sækja málið í Héraðsdóm Reykjavíkur? Það er þannig, ef einhver aðili segir, þú skuldar mér fé. Ég bý á Hafnisnesi 12, ef maðurinn í næsta húsi segir, þú skuldar mér fé, og ég segi, heyrðu, ég skulda þér ekkert fé, þá getur hann sótt mig ef hann vill. En í þessu tilviki, ertu þá að segja að þeir eru að sækja málið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur? Íslenskum dómstól, ég gerir það fyrir að verða Héraðsdóm Reykjavíkur í upphafi, en íslenskum dómstól. Finnst þér það raunhæft? Að þeir sætti sig við það að koma hingað og sækja málið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur? Af hverju byrjum við alltaf á því að fara að taka upp mál Bretanna? Af hverju byrjum við á því? Það er megin regla í lífinu að gera ekki einföld mál flókin. Þarna er aðili sem segir, íslenskur einkabanki, hann safnaði innistæðum, hann getur ekki borgað. Innistæðutryggingarsjóður sem hafði ekki aðra ábyrgð en þá sem var búið að safna í sjóðinn og síðan til viðbótar að þá áttu bankarnir voru starfandi að halda áfram að borga í sjóðinn og ef eitthvað var umfram þá áttu menn að geta sótt í þá peninga. Og í þriðja lagi þá var hægt að fjármagna og menn gátu aðstoða menn fjármögnun og ábyrgð er ekki það saman. Þannig að menn er alltaf byrjað að gera málum í flóki. Bretarnir vilja ekki, hvað er menn að segja þegar Bretarnir vilja ekki fara þessa leið? Þeir treysta ekki lögunum. En heldur að við myndum sætt okkur við það, við myndum snúa dæminu við, heldur að við myndum sætt okkur við það í sambærilegu máli myndum við þurfa að fara með máli fyrir dómstól í Bretlandi ef að þeir myndu verið í okkar spór? Það er allir rétt að vona. Ef við teldum að einhver banki í Bretlandi skuldaði okkur fé, þá myndum við fara réttum reglum. Ef að bankinn segði nei, eða einhver sjóður þar myndi segja nei, þá myndum við stefna þeim sjóði og ég myndi treysta breskum dómstólum til að kveða upp með það. Skilur ekki tortryggni þeirra þá værum við ekki tortryggin ef við myndum þurfa að fara með málið til Bretlands yfir því að breskir dómstólar myndu dæma Bretum í hag? Að sjálfsögðu ekki, þetta er ekki fótboltaleikur. Allar þessar þjóðir, þetta eru lýðræðisþjóðir sem eru með okkur í NATO, í margvíslegu samstarfi, við erum á Evrópska efnahagssvæðinu, allar þessar þjóðir segja, við trúum á það sem þeir kallaðu rule of law. Að lögin muni gilda. En við erum alltaf að gefa okkur það að þessar þjóðir, að því við erum litlir, að það sé hægt að kúa okkur, að þá þurfum við ekki að respektera okkur hvað þetta snertir. Tökum bara Lehman-spræð. Fullt af fólki var að hætta hjá Decode af því að Lehman-spræður gátt ekki borgað milljarða tilbaka sem voru geymdir þar hjá Decode. Höfum við farið og stemt bandaríska ríkinu? Eða hótað þeim? Við höfum ekki gert það kannski vegna þess að það myndi aldrei duga, en við getum þetta að fara í mál. Með hæðalegum hætti. Með einhverjum hætti þá eru menn hér, ríkisstjórnin meira segja, hugsaðu hvað það, íslenska ríkisstjórnin sem á að gæta hagsmuna Íslendinga. Þeir eru í farabroddi til að tína til rök manna sem eru að reyna að fá íslenskan almenning til að bera ábyrgð á glæfralegu spili einkabanka. En Davíð, núna segir íslenska samninganefndin við viljum fara dómstólaleiðina, við viljum fá úr því skorið hvort að samkvæmt lögum eigum að bera þessa ábyrgð á þessum greiðslum. Bretarnir vilja það ekki, eigum við þá að láta þar við sitja og láta breska ríkið einfaldlega stefna okkur fyrir íslensku dómstóli? Hverjir, já, að sjálfsögðu, þér finnst eitthvað skrítið, þetta er hinn raunverulega, venjulega málsmeðferð. Hverjir er að sækja á? Hverjir er að bera það fram að íslenskur almenningur sem vissi ekkert að Landsbankamenn voru að safna þessum óheyrilu upphæðum, að íslenskur almenningur eigi að bera á þessa ábyrgð. Hverjir er að segja það? Það eru Bretarnir. Nú við segjum réttilega, eins og okkar prófessor hafa sagt, við segjum réttilega, við berum að lögum ekki ábyrgð á þessu. Nú, en hins vegar, við ætlum að efna allar okkar skuldbindingar. Ef það verður dæmt svo að við berum þessa ábyrgð, þá munum við eins og við getum greiða allar okkar skuldbindingar. Við viljum vita
áðurum fyrir að skuldbindi okkur fyrir 500 til 1000 milljarðar, því að svo eru þessi samningar svo svakalegir, en þá viljum við vita áður hvort að við að lögum berum þessar skuldir. Allt annað fáránlegt. En ég heyri til að mynda á ykkur að það búið að rugla allar svo í rýminu að það allir fætnir, það stendur upp úr mönnum að þessi einskonar talsmenn Breta gagnvart okkur. Alveg furðulegt og frálegt. Við erum ekki talsmenn Breta held ég, en ég tók eitthvað, ég er ekki að kenna ykkur það, en þannig hefur heilaþvotturinn verið. Það er bara eðlilegt að spyrja gagnrýnar spurningar, ekki? En ef við tölum þennan samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem þú skrifaðir undir 15. nóvember, þar segir meðal annars Ísland hefur heitið því að virða skuldbindingar á grundvelli innstæðutryggingakerfisins gagnvart öllum innlánshöfum. Heitið að virða alla skuldbindingar og ég verð að segja við hvað. En hvers vegna skrifaðu undir þennan samning? Býta aðeins, ég get aðeins útskýrt það. En látum það nú vera, við segjum þarna að virða allar skuldbindingar og þá viljum við fá því skorið hvort að skuldbindingar sé að ræða. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vildi að við myndum leysa úr ICEF-deilunni, það er inn í þessu líka, inn í þessum samningi. Hvernig endar þessi klásula? Hvernig endar hún? Lestu þau? Ég er ekki með það hérna hjá mér, en inn í samningnum segir að við þurfum að semja ICEF. Ekki með klásula allavega? Ég er með hér hluta klásulunni. Klásulunni segir í loka setningunni enda sé það skylt að lögum. Enda sé það skylt að lögum. Já, en þú veist samt að undir það sem þú ert að skrifa, þar segir að við þurfum að semja ICEF-samningin. Nei, það segir það ekki. Reyndar það þannig að þessi efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Íslendinga, hún er unnin af ríkisstjórninni og sendimann Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og svo er skrifað upp á hana. Segir ekkert í samningnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn það að það þurfa að semja ICEF? Það er talið æskilegt að það sé samið ICEF og þess áttar, það er talið æskilegt. Það er sagt að við munum uppfylla allar okkar skuldbindingar. Guð minn góður, það viljum við gera, ég var að segja það við ykkur áðan. En við viljum vita þessi okkar skuldbindingar og loka setningunum segir enda sé það skylt að lögum. Það segir í setningu. En líður þér ekki illa yfir því að hafa skrifað undir þennan samning? Undir hvaða samning? Við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn? Í sjálfu sér ekki, eins og kom fram í viðtalinu Morgunblaðið, að þá var það þannig að Seðlabankastjórinn, þetta er eiginlega kaflaskiptur samningur, Seðlabankastjórinn skrifar undir það sem lítur á Seðlabankann. Seðlabankastjórinn hefur hvergi lögum heimild til að skuldbinda einn eða neinn. En langaði þið ekki til að sleppa því að skrifa undir þennan samning? Nei, í sjálfu sér ekki sjálfu sér. Ef það vilji íslensku ríkisstjórnarinnar til að fara þessa leið, þá myndi þetta Seðlabankinn stuðla því fyrir sitt leyti. Það sögðum við alltaf. Sagði þú við fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins síðastliðið haust, You do not set the agenda in my house? Já, það var reyndar þannig að ég sagði þar að í húsakynum Íslenska Seðlabankans þá væri það ekki hann sem í dagskránni. Þú varst á móti því að við færum inn í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn? Nei, ekki endilega. Ég var mjög hugsandi yfir því og ég vildi ekki æða í þá. Ég vildi að menn vissu hvað í því fólst. Til að mynda vinnuveitendur heimtuðu færum í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ég sagði við að þið veit að vexti verða hækkaðir og Vilhjálmur Egilsson sagði nei, það getur ekki verið, ég er búinn að tala við þá. Þeir hækkuðu 6% daginn eftir eins og þið munið. Förum aðeins inn í aðdragandann að þessu máli, löngu áður en að íslensku bankarnir hrundu. Þú fundaðir með Halldóri J. Kristjánssoni og Sigurjóni Þ. Árnasyni, bankastjóra Landsbankans, snemma árs 2008, ekki satt? Ég fundi alltaf gríðarlega oft með öllu þessu bankamönnum og það eru til frásögn. Þú átt að hafa sagt, samkvæmt viðtali við í Morgunblaðið, þið getið sett Björgólf Guðmundsson á hausinn og eru sennilega farnir langlína með það, en þið getið ekki sett íslensku þjóðina á hausinn. Geturðu lýst aðeins nánar hvernig viðbrögð þeirra voru? Já, þeir tóku því ekki neitt voðalega vel vegna þess að þeir óttuðust það og þeir enda sögðu það. Ef að þín viðhorf í þessum efnum koma fram opinberlega þá er hætt við að verði rönn á ICEF-reikningana sem að ég er nú ekki samferður vegna þess að í öllum þeim fundagerðum sem ég hef síðan séð og gögnum sem ég hef séð og man vel eftir og það frá fjármálaeftirlitinu breska þá er augljóst að þeir gangi ekki út frá ríkisábyrgð. Það er augljóst að þeir gangi ekki út frá ríkisábyrgð. Voru Halldór og Sigurjón þeir virtust voru þeir gagnvart sínum viðskiptavinum búnir að tilkynna það að það væri ríkisábyrgð? Ekki hef ég séð það opinberlega gert, þannig ég mun eftir því. En þeir virtust trúa því sjálfur að það mætti túlka það svo að það væri á þessu ríkisábyrgð. Og ég sagði við þá, dettur ykkur í hug að þið getið farið til Bretlands, byrjið að safna 1 milljarði punda, án svo nokkur almenningur íslensku viti það, að þið tellið að hans sé ábyrgur fyrir að borga þetta, ekki þið sjálfur endanlega. Svo 2 milljarðar punda, 3 milljarðar punda, upp í 5 milljarðar punda og á því öllu saman sé ríkisábyrgð sem Alþingi Íslendinga þurfa aldrei að samþykkja.
og svo bætti ég þessu við sem það nefnt. Og ég vek aðeins athygli það er svo þýðingamikið að því það er svo margir sem reyna að gera þetta mál flókið til að rugla fólk í ríminu, en málið er mjög einfalt. Ef að Bretar og Hollendingar tryðu því að íslenskur almenningur bæri ábyrgð á þessu, þá væri þeir ekki að heimta ríkisábyrgð. Ef þeir tryðu því að íslenska ríkið hefði alltaf borið ábyrgð innstæðutryggingarsjóðnum, þá myndur ekki heimta það að nú er sett sérstök ríkisábyrgð. Var það ábyrgðarleysi? Þetta sannar nú allt saman. Var það ábyrgðarleysi hjá bankastjórnum Landsbankans að ýja því í bréfaskriftum við Seðlabanka Hollands til dæmis eins og fram hefur komið að íslensk stjórnvöld myndu standa við þetta? Og er ábyrgðin ekki þeirra og bankaráði Landsbankans? Já, ég tel og ég held að það sé alveg augljóst að einkabanki, hann fer ekki fram eins og hann hafi ríkisábyrgð í vasanum. Þetta var ríkisbanki, hann var seldur og það var algjörlega klárt í mínum huga að því fylgdi ekki ríkisábyrgð. Hins vegar er það svo og það er viðurkennt og þetta getur menn hort á það. Það er viðurkennt að stjórnvöld allra ríkja leitast við að stuðla að því umfram önnur fyrirtæki að bankastofnun fari ekki á hausinn. En þær velja úr, eins og menn sjá. Bandaríski Seðlabankinn og fjármálaráðherrann, þeir ákveða að verja banka eins og Bank of America og Citi, en þeir ákveða að lemarsbræður fara á hausinn. Það getur ekki gert að vera skuldbundið til að vera lemarsbræður. En tölum aðeins þessi áhöld það hvort við eigum að bera ábyrgð á þessu. Í viðtalinu Morgunblaðið segir þú það eru líka til gögn sem ég til að ætta birta þar sem framkemur að Englandsbanki taldi ekki að Íslendingar ættu að greiða fyrir Icesave vegna þess að í þeim viðskiptum hafa menn verið að taka eigin áhættu. Hvar eru þessu gögn? Ert þú með þessu gögn? Nei, þessi gögn eru til hjá hinu opinbera, þeir eru til hjá rannsóknarnefndinni, ég gerir það fyrir, og þeir eru til í Seðlabankanum og þeir eru til hjá, ég gerir það fyrir ákveðnum ráðuneytum. Býrð þú yfir þessum gögnum? Það er alltaf önnur saga, það er ekki mitt að skaffa þessi gögn. Þú telur að ég birta þau? Ég tel að ég birta þau. Þú veist að þau eru til? Ég veit að þau eru til, já. Hvers eðlis eru þessi gögn? Þau eru margvíslega eðlis. Til að mynda í þessum tilvikum eru til samtöl milli mín og Englandsbankastjórans, Seðlabankastjóra Englands, þar sem hann segir efnislega að ef það sé svo að innstæðutryggingarsjóðurinn, það er efnislega sagt, ráði ekki við þetta og menn hafa verið að reyna að fá mjög háa vexti þó þeir hefur verið varaði við, þá muni hann ekki gera kröfu til þess að við borgum það. Og ég sagði reynda við hann, ég þakkaði reynilega fyrir þetta viðhorf þitt, mér þótti vænt það. Hvers vegna í ósköpunum hefur við ekki fengið að sjá þessu gögn, Davíð, úr því að það er til upptaka af samtalið því Mervyn King, þáverandi bankastjóri Englandsbanka, eða önnur gögn sem styðja þetta? Ég er bara að segja það á að sína allir þessi gögn. En það er ekki þitt að birta þau? Nei, sjálfsögðu ekki. Ég er hættur, kallaði ekki stengur með ellilífeyrisþega og ellilífeyrisþegar ætti ekki að skipta sér af málum. Það er mjög virðulega afstæða sem hann hefur til ellilífeyrisþega, sá kall. Beittir þú þér einhvern tímann fyrir því að innlánasöfnun á Icesave-reikningum yrði stöðvuð? Já, ég talaði reyndar oft það að við gætum ekki haft innistæður af þessu tagi og við fengum lofur fyrir því að okkar mati bankastjórar Seðlabankans, þótt að heiðum frekar undir fjármálaeftirlit heldur okkur. Það var fullt fyrir við okkur, ég held að það verið í febrúar eða mars 2008, að menn væri á fleygiferð að koma þessu útibúi inn í dótturfélagi í Bretlandi, eins og Bretlandi líka vildu, og myndi ná því á 4 til 5 mánuðum. Það tekur svona langan tíma, það er margvíslega fálmsættir sem þurftu að fara í gegnum mér að segja ákveðið svona dómstólaleið eða úrskurð dómar og svo framvegis. Þegar við hittum síðan Landsbankastjórana í júnímánuði, 2-3 mánuðir seinna, og erum að tala hinn og þessa hluti og það sem ekki tög að fara að ræða þetta sérstaklega, þá kom einn okkar með þá spurningu svona þegar það var smá hlé, hvernig gengur að ganga frá þessum liðinu 3 mánuði, þá var það svona 2 mánuðir eftir. Og þá kom þögn og þeir sunkuðu niður og þeir tilkynntu okkur að þeir eru ekkert í þessu gert því þetta er svo erfitt fyrir bankan og Landsbankan og svo framvegis. Þannig okkur var mjög brugðið þegar við heyrðum þetta. Akkur heldur við viljað þetta, akkur heldur að Bretarnir hafi viljað þetta því maður vissu að það var engin ríkisábyrgð á þessu. En Davíð, aðeins möguleika þína sem seðlabankastjóri. Í mars 2008, þú ræddir nú í Kastljóssviðtali við Sigmar Guðmundsson síðast mikið bindiskyldu. En í mars 2008 var bindiskylda afnumin af innlánum hjá erlendum útibúum. Hvers vegna var það gert? Það er einhver sem hefur tekist að rugla fólk í ríminu með að svo ákveðna að skipta einhverju máli. Ég skal segja þér af hverju það var gert. Það var í gildi í Evrópureglur um bindiskyldu. Spursmálið var bara þetta, hvort ætti að borga bindiskylda sem var tiltölulega lág upphæð af innistæðum Landsbankans í útibúunum í Bretlandi. Þetta hefði ekki haft nein áhrif á söfnun innistæðureikninga. Og rök Landsbankar fóru þau að bindiskyldan væri sett til þess að menn væru ekki til þess að hafa áhrif á
útbergingu efnahagslífsins á Íslandi. Hefði einhver máli skiptu ef bindiskyldan hefði bara verið hækkuð verulega? Hefði ekki verið hægt að gera það? Já, það alltaf var í trási við það sem gerðist annar staðar vegna þess að við vorum bara að fylgja Evrópureglum. Við höfum fordæmi að bindiskylda hafi verið hækkuð verulega. Það var gert hérna fyrir mörgum árum síðan. En þessi bindiskylda á reikningum útibúsins í Bretlandi, málið var það, menn sögðu þessi peningar komu ekki hingað heim, peningar er líka í Bretlandi, þannig að það skulle hafa áhrif á bindiskylduna og þar með sér að hægja á efnahagslífinu á Íslandi, það gengur ekki upp. Og það stemdi við evrópskar reglur. Þannig að þarna eru menn sem að þekkja vel til að plata þá sem ekki þekkja mikið vel til með þessum bindiskyldutali. Davíð, nú það banki sem var einkavæddur sem bara á endanum alla ábyrgð á söfnun þessari innlána, Landsbankinn. Núna vitum við það að Samson, eignarhaldsfélag Björgólfsvæðinga og Magnúsar Þorsteinssonar var ekki með hæsta tilboði í Landsbankanum á sínum tíma. Og nú vitum við einnig að þeir fjármögnuðu kaupin ekki nema að litlu leyti með því eigin fé sem þeir fengu við söluna á Bravo litlu leyti með hluta til 70% er ekki fjármagn sem þeir fengu við söluna á Bravo bruggverksmiðjunni í Rússlandi og fengu síðan lán hjá öðrum ríkisbanka. Vissir þú af þessu? Nei, ég vissi ekki af því. Það var þannig eftir menn breyttu reglum eða hugmyndur sem ég var heldur svo eini sem hafði þær hugmyndir að eignarhald skyldi vera dreift, það fekk svo mikið stuðningu við það. Eftir að FBA-málið kom upp, þar sem menn voru að safna eignum á móti eignum ríkis upp á 51% og ef ríki hefði síðan selt 2% til viðbótar í lausu sölu og átt 49% þá hefði verið dauð eign og ekki fengið neitt fyrir það, þá var ákveðið að selja það í einu lagi, en þá voru jafnframt settar mjög auknar og harðari reglur eftirlit með eigendum og þess áttar sem að fjármálaeftirlitið átti að sinna og reyndar var ríkisendurskoðun og fjármálaeftirlitið í tilfelli Landsbankans, það var það staðfesta að bankinn gæti reitt þessa peninga. Davíð, ef þú vissir þetta ekki, hvað finnst þér þá þetta? Já, mér finnst þetta óskup dapurlegt verið að segja. Þetta kannski skiptir ekki öllu máli. Það er tákgrænt. Já, það var náttúrulega þannig að við þessu kaup, við kaupin á söluna Búnaðarbanka, þá komu inn miklu peningar erlendis frá og menn töldu það mikilvægt. Þetta voru náttúrulega miklu minni upphæðir í þá dag. Það er samt tákgrænt að þeir hafi tekið lán úr öðrum banka til að kaupa Landsbankann. Það hlýtur að vera tákgrænt hvað var að gerast á þessum tíma. Það var rétt, bankamálaráðherrann, viðskiptaráðherrann, bankamálaráðherrann hefur sagt að hún ekki vitað þetta og í dag heyrði ég að félagsmálaráðherrann núverandi sem satt í bankaráðinu. Hann fullyrðir að svona lán sem ég vil segja sem allra stærstu lánin sem Búnaðarbankinn hefur veitt, að hann hefur ekki neitt vitað það sem nú alveg með ólíkindum. En ríkisstjórnin sjálfsögðu var ekki að skipta sér af einstökum lánum bankana. Telur þú, Davíð, að þú berir einhverja ábyrgð á því hvernig fór fyrir þjóðinni? Já, ég held það, ég held við berum öll ábyrgð á því, það er ekki að undirskilja neitt í því efni, en ég er svona mjög ánægð með það því ég er að fara yfir alltaf þessara fundagerðir og öll þessi gögn og öll þessi bréf sem ég hef nú verið að því ég er svona undirbúið að setja málinn svona fram með ákveðnum hætti, hvernig sem það verður nú, að þá held ég margir verður nú hissa hversu fljótt íslenski Seðlabankinn varað við hvernig þetta kynni að fara og ég held í fram að hann hafi verið á undan seðlabönkum annar staðar, þetta er pílindi seðlabanki með 120-130 manns í vinnu, franski seðlabankinn með 16.000 manns, þá hafi ekki einu sinni Með tilliti til þess, hvað viltu þá segja við fólk sem hefur kannski lesið viðtalið í Morgunblaðinu og er að hlusta á okkur núna og finnst kannski heilmikið til í því sem þú ert að segja Icesave, en finnst þú bera ábyrgð vegna þess að þú hefur búið til þetta samfélag sem við búum við núna? Hvað viltu segja við þetta? Það er nú ekki ómikið sagt að ég hef búið til allt samfélagið en þú réðst mjög miklu, þú varst valdamesti maður landsins í mjög langan tíma. Já, það er svolítið gaman að því finnst mér að horfa tilbaka. Ég var forstjóri frá 1991. Menn fær ekki einkavæða bankana fyrir 10 árum síðar í rauninni. Og á þessu tímabili að þá breytir sér allt í frjálsræðisátt. Og kaupmáttur þjóðarinnar vex ofboðslega hröðum skrefum. Nú ætla menn að reyna vegna þess að bankarnir íslensku fóru fram úr sjálfum sér að reyna að kveða upp dóm, neikvæðan dóm þetta eitthvað sem ég vil halda fram eitthvað bjarta og brattasta og besta skeið í efnahags- og stjórnmálasögu Íslands. Þannig ég er mjög stoltur við því að sjálfsögðu. Segðu okkur, Davíð, hvers vegna er ekki til nein gögn í stjórnkerfinu yfirtöku ríkisins og Glitni í september, viku fyrir setningu neyðarlaganna? Veitu, af hverju segir þessi ekki til nein gögn? Það hefur komið fram í bók Gunnar T. Jónessonar
Ég hef ekki lesið þá bók en það ekki rétt að það sé ekki til gögn, það til fjöldi gagna. Og við vitum það að rannsóknarnefnd Alþingis búin að taka skýrslur af mönnum meðal annars og að skoða þessa yfirtöku og það komið fram að það sé ekki til gögn. Eru til gögn? Það eru til gögn, það til gögn náttúrulega sjálfsögðu, það var minnisblöð lögð fram þarna nóttina. Þetta allt gert reyndar á mjög hratt vegna þess að þú gast ekki látið opna á mánudeginum ef þá varst að tilkynna því í Kauphöllina. Bankinn réð ekki hvað var mín ákvörður. Taka yfir Glitni? Nei, eins og þið vitið, það var það ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Það var ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Fundur var haldinn í Seðlabankahúsinu en Seðlabankinn ákvað að veita ekki þetta lán upp á 80-90 milljarða enda hefur þetta veitað öðrum bönkum þess konar lán og þá hefði bankinn ekki við hrun sem síðar var geta síðan að hér var lífvænlegt í landinu eftir sem áður. Ráðherrar, forsætisráðherrar þar á meðal og embættismenn hans voru í Seðlabankahúsinu. Þeir héldu fund í 1,5 tíma inn í Seðlabankahúsinu og þar sem enginn okkar var viðstaddur Seðlabankamanna sem var eðlilegt og að þeim fundi loknum tilkynntu þeir að þeir hefðu ákveðið að taka yfir Glitni með þessum hætti. En að því við erum að tala IceSafe, veist þú til þess að knattspyrnufélagið Vestham hafi nær eingöngu verið fjármagnað með IceSafe? Nei, það hef ég ekki hugmynd um, nei. Þú er ekki hugmynd um það? Nei. En er það fordæmalaust að hafa ríkisábyrgð á gjaldföllnu láni eins og nú er? Það að segja að nokkur ríkisábyrgð á IceSafe vegna þess að lánið er gjaldfallið, það verið að setja ríkisábyrgð eftir? Það engin ríkisábyrgð á IceSafe. Það liggur algjörlega klárt fyrir og mér finnst alveg grátlegt að íslenski talsmenn, hagsmunagæslumenn Íslendinga setjist niður og byrja á því að viðurkenna það, við berum ábyrgð á þessu og nú skulum við semja. Og þar með voru þeir búin að setja alla hagsmuni Íslands bara langt aftur fyrir sig og engu var við bjargað. Þess utan náttúrulega samningurinn þannig að það nær ekki nokkur átt, en það önnur saga. Friðhelgisákvæði þannig og svo kemur fulltrúi fjármálaráðherra og segir það margofti friðhelgin samin af í svona samningum, mörg fordæmi fyrir því. Þannig að útlendingarnir geta hirt sendiráðun okkar og alla þá hluti sem við þurfum til að halda upp fullveldi í landinu. Þetta hefur aldrei verið gert. Og þeir ættu að spyrja Breta og Hollendinga hvort þeir hafa ekkert gert þetta í sínum eigin samningum. Það hefur aldrei verið gert. Og Jóhanna Sigurðardóttir sagði ef þetta er svona í samninginu þá mun ekki greiða atkvæði með honum sem samningurinn er ekkert voðalega langur og þá þóttist maður að sjá að hún hefði ekki lesið samningin enda var hann þannig. Mér langar að spyrja þig, Davíð, þú ert mjög umdeildur maður og við Þorbjörn vitum það kannski best að það er svona no-win situation að taka viðtal við vegna þess að helmingurinn af fólkinu verður ánægður með þetta viðtal og helmingurinn óánægður. Væntanlega bara eftir í hvaða skoðun það hafa áður en settist hérna. Þetta er dálítið gaman að segja vegna þess að svo ég skjóti inn. Ég hef tekið eftir því ef ég fer í viðtalið svo Kastljós þá er það gert þar og í fréttum Ríkissjónvarps og eftir þá eru 2 dagar notaði það að reyna að vinda ofan af viðtalinu kannski út af einhverju svona þrýstingi. En mér langar til að klára spurninguna. Það hefur verið talað þjóðstjórn. Já. Kemur til greina að þú snúir aftur í pólitík? Já, leið og var gerð allavega á Seðlabankanum í febrúar. Þá var gengið að styrkjast jafnt og þétt, dag frá degi, viku frá viku, mánuð til mánuðar og leið allavega að gerð á Seðlabankanum. Þá hrundi gengið og þau hefur ekki náð sér upp síðan og menn hafa súpa lengi segið af því. Það var sagt að með forsætisráðherrann sagði nú svo hugulega að það væri forsenda þess að hefja efnahagslega viðreisn væri að ýta bankastjórn Seðlabankans út og gera allavega banka að Seðlabankanum. En það var nú ekki forsenda að hefja neitt. Það var forsenda til að tefja. En ég hefði ákveðið að fara úr pólitík. En kemur til greina að snúa tilbaka? Það kemur allt í greina. Ég er kátur og hress og í fínu formi. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn? Ég er ekki að fara að boða endurkomin í pólitík, ég bara að segja það komið til greina, allt kemur til greina. Ég hefði mjög gaman í pólitíkin en ég hætti ánægður og húsum og frjálsum vilja og stjórnmálamenn sem aldrei höfðu getað komið frá þar, þeir stóðust ekki mátið, þeir komast til valda og vegna persónulegs óuppgerðar saka réðst á Seðlabankann með stórkostlegum skaða. Mér langar til að spyrja það einu til lokin. Hvar varst þú með peningana þína þegar hrunið varð? Hvaða peninga þá? Þú væntanlega átt eitthvað sparið fyrir? Já, þeir voru í Landsbankanum. Ég átti engin hlutabréf en þess áttar. Tapaðirðu miklu? Ég tapaði 4 milljónum held ég, eða 4 milljónum, eða þetta tala tap, það var sem sagt, þetta er nú ekki nákvæmar tölur, þú spyrir svona, ég átti ekki vona spurningunni, og það var dálítið liðið. Þetta var það sem er kallaður frjáls lífeyrissparnaður.
og það töpuðu allir 25-30% og þar með talið ég og ekkert af því í sjálfu sér en reyndar held ég að þeir hafi brotið reglur á mig þar, ég þarf nú að kanna það. Takk fyrir komuna til okkar dag. Takk. Við viljum halda áfram hérna eftir smá stund og þá fáum við meðal annars til okkar Bjarna Benediktsson, Steingrímur J. Sigfússon, Árna Pál Árnason og Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Nú útsalan í fullum gangi. IKEA. Búið ykkur undir stærstu mynd sumarsins. Daniel Radcliffe mættur aftur sem Harry Potter í The Half-Blood Prince. Harry Potter, frumsýnd 15. júlí land allt. Sumarleikur Wilsons Pizza. Pantaðu 16 tómum pizzu með 2 áleggjum, ostabrauðstangir og 2 lítra Pepsi á aðeins 2140 og þú gætir verið á leiðinni með fjölskyldunni til Alicante eða með vinum á þjóðhátíð í Eyjum. Wilsons Pizza, sími 581 15 15. Í matarklúbbnum í kvöld. Í næsta þætti ætla ég að sýna ykkur hvernig þessi gómsætu réttir verður til. Matarklúbburinn í kvöld klukkan 8:30. The Bachelorette snýr aftur á Skjá 1. Ævintýraleg stefnumót á framandi slóðum. A woman like Diana, she definitely is that Greek goddess. Með flottum piparsveinum. I'm gonna do whatever it takes to be the last one standing. Hey, the best man wins. Þetta dramatískasta þáttaröðin til þessa. The Bachelorette. Sýningar hefjast í kvöld klukkan 9. Rex stuðlar að jákvæðu Íslandi. Mistök einungis þrep í átt að stórkostlegri velgengni. Glænýtt súkkulaðikeks frá Freyju. Rex, næstum því of gott. Ímyndaðu þér að þú sért gangandi. Þú ert annars hugar og rekur tána í. Þú hrasar og fellur til jarðar. Við fallið margfaldast þyngd þín. Hraðin 7 km á klukkustund þegar þú skellur á jörðina og þú rétt nærð að bera hendurnar fyrir þig. Ímyndaðu þér nú 10 metra fall. Við það eykst hraðin í 55 km og þyngd þín 25-faldast. Engar hendur ráða við það. Þetta einfalt. Notum bílbelti. Alltaf. Já, komið sæl aftur, við erum hérna í málefninu að ræða ICE og hjá okkur eru sestir formenn 3 flokka og svo Árni Páll Árnason frá Samfylkingu. Steingrímur J. Sigfússon, ég byrja á þér. Hverjar yrðu afleiðingarnar ef ICE-samningurinn yrði ekki samþykktur? Já, ég tel að þá færi málið á margan hátt aftur á byrjunarreit og deilan opnaðist upp aftur eins og hún var í haust. Við vitum núna og þekkjum í gegnum skjöl og frásagnir hvaða ástand kom þá upp og hvað gerðist í framhaldinu. Á fáeinum vikum þá hörfaði Ísland frá því að reyna að halda uppi þessari lagaóvissu og biðja dómstóla meðferð og eitthvað þvíumlíkt og hörfaði í áföngum í október, nóvember yfir í það að fallast á að við bærum ábyrgð á lágmarksupphæðunum, 20.887 € á hverjum reikningi, að við myndum reyna að leysa þetta með samningum og skrifaði undir það, hinn sameiginlegu viðmið í Brussel, setti þetta inn í samstarfsyfirlýsingunum með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og síðan kláraði Alþingi málið í 5. desember með því að fela stjórnvöldum að ganga frá málinu með samningum. En er ekki mögulegt tap okkar að því að samþykkja þetta ekki
svo lítið að það bara vel þessi virði fyrir okkur að láta á það reyna? Já, það náttúrulega ómögulegt að segja fyrirfram hvað það yrði, en við skulum nú segja að það sem gerðist væri að það stoppaðist fyrirtekt okkar mála hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það færi bara aftur í Það ekki fullkomlega óeðlilegt? Sömu óvissuna og það lenti í vetur. Það væri ekki fullkomlega óeðlilegt? Jú, það væri það, en við höfum ástæðu til að hafa áhyggjur af því ef Icesave-málið ekki einhvern veginn út úr heiminum, hvað þá gerist. Þá frestast afgreiðsla gjaldeyrislánanna frá hinum Norðurlöndunum. Þá allt komin upp deila, Bretar og Hollendingar fara væntanlega einhverjar aðgerðir gegn okkur. Ég veit ekki hvort að þrýstingin kæmi á aftur og kannski yrði EES-samningurinn settur í uppnám eins og hótað var í haust. Bjarni, segðu mér, getur verið að Steingrímur og ríkisstjórn séu að ofmeta hugsanlegar afleiðingar af því ef við förum einfaldlega á samning upp á nýtt og náum betri samning? Eða við reynum að fara dómstólaleiðina? Ég held að sé í það minnsta ljóst að þær aðstæður sem eru núna upp á alþjóðlegum fjármálamörkuðum eru allt aðrar heldur en þær voru í október þegar þrýstingurinn var sem mestur. Maður rifjar þetta upp og horfir tilbaka og skoða dagsetningar sem að eiga við í þessu máli. Þá sér maður til dæmis að þetta minnisblað sem oft er vitnað til gert einungis örfáum dögum eftir að hrunið varð. Þegar öll Evrópa skíðlogaði vegna þess að bankarnir voru að fara á hausinn hver á fætur öðrum og ríkisstjórnir að dæla peningum inn. Þá höfðu fleiri lönd áhyggjur til ástæðu til að hafa áhyggjur á því hvernig færi með innstæður í íslenskum bönkum, lönd sem að vistuðu Glitni og Kaupþing, en núna hafa allir fengið að fullu endurgreita sínar innstæður þar. Ég held að aðstæðan sé allt önnur núna heldur en var þá. Hvað viljið þið félagarnir hérna á vinstri vangnum? Viljið þið, af því að það kom nú fram í spjall okkar við Davíð hérna áðan, að hann telur að það sé bara eðlilegt að fara með málið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur. Er það raunhæft? Er raunhæft að Bretar sæki málið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur? Ég vil í fyrsta lagi að þegar við erum að ræða þetta mál að það sé reynt að menn fá eitthvað sameiginlegan skilningi þar sem að hefur gerst hérna í vetur. Ég er til dæmis ósammála því sem Steingrímur sagði hér rétt áðan. Gerðardómur hefur verið reyndur. Leið mér að segja þetta. Ég er ósammála því sem sagt var hérna áðan að það hefur verið ákveðið að ganga þannig frá þessum skuldbindingum að við fjallumst á fulla ríkisábyrgð á öllum reikningunum. Ég er bara ósammála því. Ég tel að við höfum ekki ennþá gert það. Í öðru lagi, hvaða krafa er þetta sem Bretar eiga? Og hvaða krafa er þetta sem Hollendingar eiga? Jú, þetta er krafa sem þeir keyptu, leystu til sín frá innstæðueiganda. Sá innstæðueigandi átti upphaflega kröfu á Landsbankann, svo samkvæmt íslenskum lögum sem eru í samræmi við evrópsk lög, þá breytist sú krafa í kröfu á innstæðutryggingarsjóðinn ef að Landsbankinn getur ekki staðið í skilum. Breska ríkið og hollenska ríkið eiga nákvæmlega þessa kröfu og enga aðra, enga þjóðréttarlega kröfu eða neitt slíkt, þetta er krafan sem þeir eiga. Og þess vegna er ekki nema eðlilegt að menn benda á það að innstæðutryggingarsjóðurinn er hér á Íslandi og ef menn telja sig eiga... En ég spyrir bara aftur á mannamáli, er raunhæft að þetta verði sótt fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og myndum við vilja gera það ef við myndum snúa dæminu við? Sækja þetta fyrir dómstóli í Bretlandi? Bíðum við. Það sem við höfum verið að gera og ég studdi það í vetur er að reyna að finna pólitíska lausn á málinu. Já, en þið eru að tala um dómstólaleiðina og þá er eðlilegt að ég spurði þið einu sinni enn, er raunhæft að málið verði sótt fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur? Já, sjálfsögðu hlýtur það að vera raunhæft fyrir hvern og einn innstæðueiganda sem vil láta að reyna á ríkisábyrgð íslenska ríkisins að hann einfaldlega fari þá leið sem að skrifa þér inn í lögin og byggi rétt sinn á íslensku lögunum og stefni málinu fyrir dómstólum á Íslandi. Það hlýtur að teljast raunhæft. Sigmundur, samþykki Alþingis á ríkisábyrgð vegna Icesave-samninganna helst í hendur við lánafyrirgreiðslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hinum Norðurlöndunum og vinaþjóðum sem ákveða að lána okkur. Þýddi það ekki að ef við færum ekki samningarleið við Breta og Hollendinga þá setti það einfaldlega loku fyrir þessi lán og myndi Ísland ekki kjölfari einangrast? Ríkisstjórnin óttast að svo sé. Þrátt fyrir það að utanríkisráðherra Norðurlandana hafi sagt að þetta sé ekki tilfellið. Nú síðast norski Seðlabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hefur sagt að endurskoðun fyrir Ísland sé ekki á þessu. Að sjálfsögðu er eðlilegt að þessi ríki og gjaldeyrissjóðurinn vilji að við leiðum þetta mál til lykta. En þeir krefjast þess ekki að þessi gert með nákvæmlega þessum hætti og það að vísa í það að hugsanlega lokist fyrir einhver lán eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tefji endurskoðun á stöðu Íslands eða eitthvað slíkt. Án þess að geta bent á neitt tiltekið í því sambandi, ég heldur segja því að það var gefið í skyn í einhverju samtali, í símtali var að þessu. Er þetta ekki nákvæmlega málið, Árni Páll, að þið segið að við verðum kúpa norðursins, við verðum útskúfur alþjóðarsamfélaginu, en hvað segir okkur að það verði þannig? Ég held að það sé mjög auðvelt að reyna að stilla þessu upp í einhvern svona lögfræðilegan búning og ég held að þú hefur hitt alveg naglan á höfuðið á þann. Í fáránleika málsins, þegar menn segja að það sé hægt að leysa þetta mál með því bara að sitja hér kjurir
og vísa mönnum á Héraðsdóm Reykjavíkur. Voðalegir menn eru réttir í sig að Héraðsdómur Reykjavíkur dugi ekki þegar íslenskt fyrirtæki er ræða. Má ég fá að tala? Það eru ósköp einfaldlega þannig. Við höfum prófað þessa aðferðafræði áðan og hérna sat nú áðan stórsnillingurinn í milliríkjasamningum, Davíð Oddsson, sem beitti þessar aðferðafræði í samningum við Bandaríkjamenn um framtíð varnarliðsins. Setti fram okkar ítrustu afarkosti og satt svo á beið. Og Bandaríkjamenn flýttu sér svo hratt út úr landinu. Og var það ekki bara nýtt? Jú, og það var bara gott og við höfum margir reynt að ná þeirri niðurstöðu fram en engan óræði fyrir að við fengjum þennan bandamann í hana. En það er bara nákvæmlega það að það er þetta vanmat á honum pólitíska veruleika málsins sem er svo hættulegt. Það liggur alveg fyrir frá því algjörlega ótengt mál aðild okkar að Evrópusambandinu að þvælast fyrir ykkur í ISF-samningum. Það liggur alveg fyrir frá því í haust að þá lá fyrir sú afstaða þessara ríkja að þau teldu þá afstöðu okkar ef við ætlum ekki að virða þessa lágmarkstryggingu að hún fæli í sér brot á skuldbindingum okkar samkvæmt EES. Þannig að EES var í hættu og EES var í uppnámi og það var ástæðan fyrir því að við ákváðum í haust að reyna að leita pólitískri lausn í þessu máli og það var bara einfaldlega góð rök fyrir því vegna þess eins og Bjarni benti nú svo ágætlega á í desember að það er mjög hættulegt að ætla að leita bara lögfræðilegra lausna á svona málum vegna þess að þá áttu líka á hættu að tapa málum og þá getur tjónið kannski orðið enn meira heldur en það verður þó með samning. Árni Páll, þú segir hérna að EES-samstarfið hafi verið í hættu. Nú erum við 300.000 manna þjóð, við erum með svo hverfi í Berlín. Ertu sérst í alvörunni á þeirri skoðun að þess að hafi verið hætt á því að EES-samningnum verið sagt upp ef við gengum ekki að þeirra kröfum að fara þessa samningarleið? Það lá alveg ljóst fyrir í nóvember að þeir töldu að þarna værum vanefnda ræða og samkvæmt vanefnda ákvæðum EES-samningsins gátu þeir beitt úrræðum sem hefðu torveldað mjög fyrir okkur markaðsaðgang, gert mjög erfitt fyrir okkur inn á markaðinn og það þýðir ekki alltaf að vera í þessu lögfræðilega skæklatogi þegar alþjóðamál er annars vegar vegna þess að þjóðir eiga önnur úrræði heldur en að fara í Héraðsdóm Reykjavíkur. En ég ætla að halda áfram í þessu lögfræðilega vegna þess að mér langar bara til að benda á það að það eru fordæmi fyrir því að alþjóðasamningar sem eru gerðir undir hótunum séu ógildir. Er þessi samningur ekki gerður undir hótunum? Og þá kemur til greina að við reynum að fá hann ógildan síðan mér? Hann er gerður undir mjög miklum þrýstingi, það er alveg hárrétt og hann er gerður að þessar aðstæður verða til við afbrigðilegt ástand þarna í haust og máli fer í þann farveg sem það fer í. Svo menn geta endalaust óskað sér að þetta væri einhvern veginn allt öðruvísi. Bara veruleikin væri eitthvað allt annar en hann bara svona, því miður. Þetta ólánsmál, það lendir á okkur og þetta er náttúrulega ekki eini reikningurinn sem við erum að fá í hausinn út af þessu bankahruni og öllum þessum ósköpum. Hér satt nú maður fyrirverandi seðlabankastjóri, eitthvað þurfti nú að setja inn í seðlabankann í haust, ef maður rétt. Mér finnst hann bera sig vel miðað við það, svona ábyrgð sína í þeim hlutum. En ég vil bara segja það alveg eins og að við getum farið fram og tilbaka yfir þetta, en málið lendir í áföngum inn í þennan farveg í október og nóvember. Okkur finnst það öllum bölvað að það skulle ekki fást hérna dómstólaniðurstaða, en menn viðurkenna það og gefast upp með það strax í vetur. Verða þá að spyrja það aftur. Kemur til greina að athuga hvort þetta ógildar samninginn af því að hann er gerður undir hótunum? Ég með það lagalega eru fordæmi fyrir því og það er alveg rétt eins og þú segir. Kemur þetta til greina? Ég lít svo á að við séum að reyna að leysa hérna erfitt deilumál við nágrannaríki sem við verðum að koma einhvern veginn út úr heiminum. Það búið að fara rækilega yfir það að samningaleiðin ein stæði eftir pólitísk samningaleg lausn á málinu og það náðist þó þrátt fyrir allt fram. Hagstæðari samningsniðurstaða heldur en stemdi í vetur. Þetta er okkur öllum þungbært en við þurfum mjög á því að halda Íslendingar að koma þessum og fleiri vandamálum sem hafa verið að þvælast fyrir okkur, aftur fyrir okkur, snú okkur að því verkefni sem hér er innanlands að takast á við atvinnumálin og efnahagsmálin. Og þetta er liður í því, það er bara þannig og það verða menn að horfast í augu við. Og þeir sem að koma og finna þessu allt í foráttu og nú skrítið að sitja hér í þessum sporum og þurfa að vera með þá málsvörn uppi sem ég er. Ég spyr á móti hver er ykkar leið? Hvernig sjáuð þið þá fyrir ykkur að þið farið í að við förum í þetta? Og hérna þessar hugmyndir dómstóla, hvað myndi það taka langan tíma? Hvað myndi gerast á meðan? Hversu dýrt má það verða okkur ef allt strandar sem við höfum verið að berjast í gegnum í vetur og vor og erum að koma hérna á koppinn núna loksins bönkunum, stöðugleikasáttmálanum, landa þessum samningum við hinn Norðurlöndin, samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það má margt þetta allt saman segja en okkur er þó að miða þetta alltaf áfram og ég tel að menn þurfi þá að svara mjög vel spurningunni, eru menn tilbúnir til að setja þetta allt í hættu og út á hvað? Í vonum hvað?
Hvernig væri eiginlega staðan ef að það hefði aldrei verið neinn Evróputilskipun? En það hefði bara einfaldlega komið þessi krafa, fullkomlega ósanngjörn og óréttmæt, en hún væri bara samt sem það var uppi. Og menn væri bara að taka láni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í gíslingu og öll Evrópulöndin gerðu eins og þau gerðu í haust, stæðu saman og sagði, já, okkur finnst bara sanngjarnt að Ísland borgi. Myndi menn þá beygja sig undir það? Sko, hérna hljótum við að reyna að greina kjarna málsins lið fyrir lið. Það er rétt sem að oft hefur komið fram í umræðinni að menn setta á stað pólitíska lausn á þessu máli með viðræðunum eftir að viðmiðin voru samþykkt. Þau núllstiltu ferlið að mínu áliti. Við höfum miklar væntingar til þess samning sem átt að koma út úr viðræðunum á grundvelli hérna sameiginlegu viðmiða. Vegna þess að samkvæmt þeim átt að taka ríkt tillit til okkar. Það sem kemur síðan út úr þessum viðræðum er að við eigum að taka að fullu ábyrgð á hverjum einasta reikningi, við borgum hverja einustu evru. Þrátt fyrir að vera hér með íslenskt hagkerfi, íslenskum krónum. Við fáum vissilega fyrir þessu lán. Við tökum ekki allt á okkur. Alla ábyrgðina, alla lágmarkstrygginguna. Alla lágmarkstrygginguna, en þá er ekki að taka hver einustu evru. Hverja einustu evru upp í lágmarkstrygginguna. Það er annað en að taka hver einustu evru. Evróputilskipunin fjallar lágmarkstrygginguna. Við tökum allt. Við tökum síðan lán fyrir því og við borgum 5,5% vexti. Menn segja að það er mjög gott að fá þetta 7 ára greiðsluhlé. Það er auðvitað ágætt og þægilegt í svona samhengi hlutana. En það eru vextir að tikka allan tíman og ríkið er í fullri ábyrgð fyrir allri fjárhæðinni með vöxtum. Þannig að sko, þetta eru stjarnfræðilega tölur. Það hefur ekkert tillit verið tekið til stöðunar í Íslandi og ég bara hafna því algjörlega að vegna þess að viðsemjendur okkar, löndin sem að eiga hér í hlut, gera þessa kröfu svona stíft að þá hljótu við bara þurfa að fara að reikna og sjá hvort að við getum mögulega leyst þetta og þar sem að krafan sé uppi þá verðum við bara að fallast á hana. Þetta er ekki svona. Það er náttúrulega, má ég aðeins bæta hérna bara inn í, það er náttúrulega þannig að við getum ekkert algjörlega skautað í kringum það eins og það skipta ekki máli. Þetta var íslenskur banki, starfandi á íslenskum lögum undir íslenskum eftirlitsstofnunum. Við höfum lögleitt þessa innistæðutryggingu og það hefur alltaf legið fyrir að upphæðin þar væri 20.887 eurur á hverjum reikningi og að allar grannþjóðir okkar með tölu að Norðmönnum meðtöldum komust að þeirri niðurstöðu í haust að það væri alveg á hreinu að íslenska ríkið ætti að standa á bak við Innlánstryggingarsjóðinn eins og við höfum reyndar marg gefið í skyn að við myndum gera í bréfum meðal annars Þetta eru allt staðreyndir í málinu. Þetta er allt staðreyndir í málinu. Það var þeirra hagsmunir. Og það voru hagsmunir Evrópusambandsins að sjálfsögðu að standa vörð sitt regluverk. Skárra væri það nú. Þetta ætti ekki að koma Íslendingum svona mikið óvart. En þessi fáránlegi hræðsluorður að hér hrynji allt, við viljum setja í einhvers konar efnahagslega herkví, ef við viljum bara ræða hlutin áfram, ræða laganan rétt okkar, er fráleittur, bæði í náttúrulega pólitískum ástæðum, en líka af efnahagslegum ástæðum. Vegna þess að meðan við erum ekki búin að undirrita þennan samning, þá hafa Hollendingar, Bretar og Þjóðverjar alveg gífurlega hagsmuni af því að íslenskt efnahagslíf rétt úr kútnum og hjól atvinnulífsins fari í gang og svo framvegis. Vegna þess að öðruvísi fá þeir ekki upp í kröfur sínar. Þýsku bankarnir sem bíða á hliðarlínunum með mörg þúsund milljarða króna kröfur á Ísland. En Sigmundur, hvað viljið þið gera? Viljið þið fara aftur að samningaborðinu? Já. Eða viljið þið bara gera eins og fyrir Seðlabankastjóri sagði þetta áðan að ef það er fjárkrafa þá er bara stefnan fyrir hér sem Reykjavík? Það er sjálfsagt mál að gefa Bretum og Hollendingum kost á því að ræða þetta við okkur áfram. En staða okkar, samningsstaða, er þrátt fyrir allt nokkuð sterk og náist ekki samningar, þá er það eðlilegt að þeir stefni okkur. Þetta er svo furðulegt að við séum alltaf að spyrja, hvað viljið þið gera? Við erum í þeirri stöðu, í sömu stöðu og fjölskylda sem að á hús og svo kemur einhver maður og krefst þess að fjölskyldan bara fari og yfirgefi húsið og láti sig fá húsið. Og að spyrja þá, hvað hefur að gera annað en að bara fara? Þetta er algjörlega fráleitt nálgun. Við búum náttúrulega við þær aðstæður að við vitum alveg að þetta stendur í vegi, þetta óleysta mál stendur í vegi fyrir fjárhagslegri fyrirgreiðslu, fyrirtæki við banka. Þetta er útrásar hugsunin að það fá meiri lán og halda Íslenskt efnahagslíf hefur aldrei gengið án aðgangs að erlendu lánsfé. Íslensk fyrirtæki þurfa að fjármagna sig, þau þurfa að endurfjármagna sig. Ef það á að halda óvissu þetta mál, þá erum við að dæma
lauma fleira fólk til atvinnuleysis en ella þyrfti að vera. Við erum að tefja endurreisnina sem nauðsynleg til þess að við komum aftur á lappirnar. Nei, óbærileg skuldsetning tefur ekki Það sem við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að gera í þessum máli að ganga áfram í þessu máli núna og vinna þetta mál eins og bankarnir gerðu, þeir eru að taka meira og meira lán til að halda sig gangandi aðeins lengur. Bara aðeins, má ég aðeins bara það er eitt sem ég held verði nú að ganga út frá í umræðum hér þessa hluti. Þetta mál bara hverfur ekki þó menn felldu þennan samning eða býðu með að afgreiða hann. Það verður þarna. Það býður það bara óleyst. Hvernig ætlum við að vinna okkur í gegnum þessa erfiðleika Íslendingar öðruvísin einhverju samstarfi alþjóðasamfélagið, öðruvísin í samstarfi löndin hér í kringum okkur og ekki verið að reyna að vera í slíku samstarfi, svarið jú. Við erum komin inn í slíkt prógram og erum að reyna að vinna okkur áfram og upp í gegnum það. Og allra hagur að það virki, allra hagur. Já, það gott að heyra og þá skulum menn bara horfast í augu við það að þetta samhangandi og mér finnst þetta tal núna það við getum gert bara eitthvað allt annað núna í þessu tiltekna máli. Vera svona bara hugmyndin að fara bara einhverja allt aðra leið. Já, sko, ég vil bara taka undir með þetta. Við verðum að halda sjó í þessu máli. Við vitum alveg hvað gerðist þetta í vetur og við vitum alveg hvaða ályktanir við drógum að því þá og Sjálfstæðisflokkurinn var nú þá í ríkisstjórn með okkur í Samfylkingunni. Sem ég held að við þurfum líka að horfa á. Það finnst mér gott við þessa þingumræðu að hún leiðir ýmislegt í ljós og þingið nú með málið í sínum höndum. Ég held að skipti líka máli núna í afgreiðslu þingsins að þá undirstreikum við enn frekar sameiginlegu viðmiðin og við látum ekki Evrópusambandi sleppa undan því að Evrópusambandi á auðvitað að standa skil á því sem að því lítur sem að leiðum að klára sem að hinn sameiginlegu viðmið og við eigum auðvitað að sækja á hina þjóðréttarlegu stöðu málsins sem svo að við áskiljum okkur auðvitað rétt til að ræða þetta áfram við þau ríki sérstaklega ef að sett verður á fót nýtt innstæðutryggingakerfi og að þá verið tekið tillit til hinnar sérstöku og fordæmislausu stöðu Íslands. Og mér finnst það mjög mikið að þetta gerum við almennilega í þingum. Ef við spyrir aðeins, þið gefið ykkur svolítið út fyrir að vera sjálfstæðissinnar í þessu máli. Er það mjög mikið sjálfstæði að borga ekki íslenskt klúður? Eiga Íslendingar ekki borga íslenskt klúður eins og Steingrímur benti á einn áðan? Mér langar að byrja á því að segja þetta. Hérna Árni Páll að segja raun og vera samningarnir sé ekki nógu góðir. Það þurfa að fylgja þeim betur eftir. Við höfum ekki verið neini sérstakir sjálfstæði sinnar. Við viljum bara að við stöndum á rétt okkar. Að það veri ekki vaðið yfir okkur. Höfum í huga hvað, ég hef nú verið svolítið tregur við að fara út í útreikningana hérna. Vegna þess að ég vil halda í prinsipin. Í prinsipinu þurfum við alltaf fyrst að spyrja okkur. Er verið að halda upp í réttmætri kröfu hérna á okkur? Ég var mjög efins það og við héldum til haga. Er þetta ekki svaraði? Nei, það stendur í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar, við höfum haldið lagalegri stöðu okkar. Af hverju ertu tilbúin að tapa málinu núna? Þú varst ekki tilbúin í desember. Ég vildi leita pólitískar lausnar. Þú sagðist þá ekki vera tilbúin að tapa. Þú varst tilbúin að tapa þig. Nei, fyrirgefðu. Það sem ég sagði í desember var þetta. Við þurfum að halda til haga okkar lagalega rétti, en það skynsamlegt að leita pólitískar lausnar. Hún liggur núna á borðinu. Hún fráleit. Hún algjörlega ómöguleg. Hún bara einfaldlega svo að við gefum allt eftir. Þetta er sama staða ef ekki verri og ef við höfum bara hreinlega að tapa málinu fyrir dómstólum. Bara hreinlega að tapa málinu fyrir dómstólum. Og það er það sem við höfum að gera. Lokaspurning, Steingrímur. Við höfum að fara með þetta fyrir dómstólum. Þetta mál hefur lent mjög mikið á þínum herðum. Finnst þér það ósanngjarnt og finnst þér Samfylkingin ekki taka þetta mál nógu mikið á sínar herðar? Ég ekkert að velta því mikið fyrir mér. Ég geng bara yfir þau verk sem eru fyrir framan mig og þarf að vinna. Og þetta var eitt af þeim verkefnum sem ég fékk á mitt borð að taka mér að bera ábyrgð á þessum samningaviðræðum. Eðlilegt að það væri í fjármálaráðuneytinu. Þetta hefur verið eitt af mörgum stórum, þungum verkefnum sem við höfum haft með hendum í vetur og vor og reynt að gera þess vel og við höfum getað. Landa betri samningsniðurstöðu en Hársbreidd munaðu að yrði skrifað undir í vetur og ég kveinka mér ekkert undan því. Þetta eru undarleg örlög svolítið, sérstaklega þegar að þeir sem bera höfuð ábyrgð á þessu, þeir sem einkavæddu bankana, þeir sem stóðu hér á bakvið ruglið í útrásarvitleysunni, þeir sem mönnuðu eftirlitsstofnanirnar, ríkisstjórn og seðlabanka á þessum árum og þeir sem voru á vaktinni þegar allt hrundi og þeir sem voru búnir að skrifa undir að þetta semjumætt á allt öðrum nótum. Þegar þeir eru á harðarhlaupum frá sjálfum sér. Taktu bara ábyrgð þessum samningi. Þegar þeir eru á harðarhlaupum frá sjálfum sér. Þú hleypar ekki svona frá ábyrgð þessum samningi. Ábyrgðin er á þessum tímapunkti eins og þú sagði sjálfur, Steingrímur. Ábyrgðin er á þessum tímapunkti. Ég er að reyna að leysa þetta mál til þess að Ísland komist áfram í að glíma við sína erfiðleika. Þið haldið áfram að deilum þetta mál í
þinginu vegna þess að það eru umræður eftir þar. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Við segjum þetta þá gott af málefninu í kvöld við Þorbjörn. Við sjáum ykkur kannski einhvern tímann bráðum eða þarf að setja upp annan þátt. Takk fyrir. Góða nótt.